Þetta 12. kafli dæmi 5, D-liður. Í D-lið spurt heildarframlegð. Við vorum búin að finna framlegðina í A-lið og það allt til að rifja það upp. Það bara söluverð á einingu mínus breytilegi kostnaðinn á hverja einingu. Það þetta hér. Ekki taka hlutdeild í fastakostnaðinn. Má aldrei að taka hana með í framlegðinni. En heildarframlegð, þegar við erum með hana, þá erum við búin að fá hér út hvað hver eining gefur af sér í framlegð og þá þurfum við bara að margfalda með mögulegu magni. Margfalda með magni. Margfalda með magni og við vorum búin að finna það út í síðasta lið, í B-lið, að við gátum framleitt annarkvort 6.000 af góðum, það möguleiki, mesti möguleiki fyrir góðan og síðan getum við framleitt 4.000 af betri ef við notum alla sveppina í það. Þannig að við eigum bara í raun að vera margfalda með mögulegu magni hér. Auðvitað gæti þetta verið sitt á hvað eftir því hvert verðið en hér erum við bara að reikna þetta svona út og svona, setja svona línu hérna undir og svo bara segi ég jafnt og 400 sinnum 6.000. Það gefur mér sem sagt góður, ef ég nota alla sveppina í góðan, að þá get ég fengið heildarframlegð upp á 2,4 milljónir. En 2,8 ef ég nota það í betri. Þannig að þetta heildarframlegð svona. Heildarframlegð og það var það sem við vorum beðin að finna. Það þetta hér. Þannig að þá svar við D-lið komið og meiri sæla sinni.